Einar, þetta ekki bara draumi líka? Kemur tilbaka í þinn heimabæ, tekur við liðinu og strax bara stór titill. Að sjálfsögðu, og bara þegar þú varpað þessu á mig, þú veist, þá hugsa ég til stelpana sem ég þjálfaði í bikarúrslitaleik 2002, þegar töpuðum fyrir KR í framönduleik. Það er ekkert oft sem ég hef fellt tár eftir tapleik, en ég gerði það þá. Já. Þannig að, þú veist, ég veit að þær hingað og þangað, einhverja hér í stúkunni og hingað og þangað heiminn fagna með okkur og bara ótrúlega stoltur af stelpunum í dag, klúbbnum. Þetta bara alltaf gaman fyrir og þetta stórt fyrir klúbb að vinna bikar. Þetta einn af stóru titlunum og sameinast hérna á úrslitaleik. Og staðreyndin bara svo að Halldór formaður, þegar hann heyrði í mér, þá talaði hann uppbyggingu. Við vorum með 4 erlenda í fyrra og 2 landsliðsstelpur í Isabel og Jönu. Missum þær báðar og fækkum erlendum ígildum. Og ég var alveg spurður bara síðast í vikunni, þú veist, af aðila sem sagði, þú veist, ég vildi hafa gert meira heldur en ég átti von á. Ég var alltaf að leita eftir hverjar ættu að taka við. Hulda, Sara hérna í dag, þú veist, á Bradford. Krista, Lára, Anna með sína skotók, þú veist, ekki bara í dag, í gegnum veturinn okkar. Eygló kom ekki mikið í sögðu, búin að hjálpa okkur gríðarlegt að hún kom inn. Og auðvitað erum við með 3 erlenda leikmenn sem eru spesialistar á sínu sviðum og öflugir karakter og leiðtogar, þannig að bara blandan er hrikalega góð. Þetta er gott lið greinilega. Já, góður liðsbræður á þessu. Það er mjög auðvitað að segja að, þú veist, Brittany gerir þetta og Brittany gerir hitt. Það eru margir sem leggja í púki. Það eru margir sem leggja í púki og þetta eru liðsvinna að mínu viti og ég er bara hrikalega ánægður og af því að við erum með víkurhettir hérna, skilur þú veist. Halldór formaður, Krissa, Örlygs á undan honum og stjórnir þeirra. Þeim hefur verið hrikalega ánægð með sig í dag. Þetta fólk er búið að setja meiri pening í kvennalínu í Njarðvík heldur en gert á mörgum stöðum. Þetta er uppskýra fyrir þau. Við erum í uppbyggingafasa, við ætlum að verða betri. Stelpurnar eru flestar á aldrinum 16 til 22 ára gamlar og framtíðin er sannarlega þeirra. En segðu mér, það munar einhverjum 8 stigum í hálfleik og þetta var fljótlega upp í 15. Hvað gerðist eftir það? Grindavík einhvern veginn næri svo bara strax? Einhverja breytingar í vörninni á þeim eða hvað gerist? Nei, ég myndi frekar segja sóknarlega, þú veist, þær voru bara að finna glöfur og þú veist, við vorum að hitta þristum, þær voru ekki búin að vera að hitta nennu þristum. Já, en byrjaðilega bara, þú veist, eins og í fyrra áleik að fá ómargar auðvelda körfur og ná sér í smá sjálfstraust og við förum aðeins að flýta okkur sóknarlega. Þannig að mér fannst svona sóknarrytminn þeirra fyrst og síðast vera svona það sem að komum á stað og bara kredit á þær, þetta er búin erfiður vetur fyrir þær. Og það var ekkert að sjá að þær væri litlar hérna frá fyrstu til síðustu mínútu, bara hjúts kredit á þær. Og svo í lokin þá er þetta náttúrulega þetta er bara járn í járn, Hulda með þriss sem var ekkert langt og það er komið þeim yfir. Og við fáum fær þrist, ég meina, ég er ekkert sem að Lalli hafi haft mestar áhyggjur af því fyrirfram. Nei. En hún setur bara risa þriss sem að læsi leiknum svo að segja og hérna, já, þetta er bara beauty við leikinn, þetta eru litlu atriðin. Og þetta snýstist það að koma boltanum ofan í körfuna. Og það gekk betur hjá ykkur í lokin. Algjörlega. Hvernig heldur það verði fagnað í kvöld? Ég á von á bara dundurpartí í Ægisbarhöllinni. Og vilt ekki bara hvetja alla Njarðvíkinga til að mæta? Að sjálfsögðu, ég er bara hrikalega stoltur af fólkinu okkar sem að fjölmenni hérna í dag og á, þú veist, ólíkum leiktíma en við erum vön. Þetta sýnir mátt okkar samfélags að mæta eins vel og raun ber vitni og við vorum algjörlega á því að stelpurnar ættu skiljanlega að hér er fullt hús og við erum bæði með fullt hús hérna megin og fullt af Njarðvíkingum hérna, þannig að standandi partí í kvöld í Ægisbar og bara allir að fjölmenna. Frábært, til lukku með þetta. Takk fyrir.